Komið sæl, ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og mikið gott að sjá ykkur og kórinn minn og ég held að ég sé bara ekki búinn að vera með guðsþjónustu hér síðan í lok febrúar fyrir utan fermingarnar. Ég hef verið bundin í svolítið en það er dásamlegt að koma og fá að messa aftur hér í kvöld. Og ég hvet ykkur, þið voru svolítið feimin við það. Ég veit ekki hvort það er út af því að textinn sést ekki alveg eins vel þegar komið fram á þennan ástíma eða hvað. En ég hvet ykkur til að taka vel undir í messusvörum og söngum ef þið sjáið eitthvað á annað borð. En nú skulum við signa okkur og biðja saman upp á spæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi Andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn er það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Tökum vel undir dag í senn. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss.
Kristur, miskunnað oss. Drottinn, miskunnað oss. Býr sér Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Stöndum áfram og syngjum saman, því lofar Faðir líf og önd. Fyrri ritningalestur þessa dag, sem annar sunnudagur eftir páska, stendur skrifaður hjá Jeremías spámanni. Það segir hann: Vei hirðunum sem leiða sauðina afvega og tvístra hjörðinni sem ég gæti, segir Drottinn. Þess vegna segir Drottinn, Guð Ísraels, hirðana sem gæta þjóðar minnar: Þér hafið tvístrað sauðum mínum og sundrað þeim og ekki sinnt þeim. Nú mun ég draga yður til ábyrgðar fyrir illvirki yðar, segir Drottinn. En ég mun sjálfur safna saman þeim sem eftir eru af sauðum mínum frá öllum þeim löndum sem ég tvístraði þeim til. Ég mun leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir verða frjósamir og þeim mun fjölga. Ég mun setja hirða yfir þá sem munu gæta þeirra, þeir munu hvorki skelfast framar né óttast og einskis þeirra verður saknað, segir Drottinn. Sjá, þeir dagar koma, segir Drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun ríkja sem konungur, breyta viturlega og iðka rétt og réttlæti í landinu. Hans daga verður Júda bjargað og Ísrael mun búa óhultur. Þetta nafnið sem honum verður gefið: Drottinn réttlæti vort. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þakkargjörð. Síðari lesturinn eða pistillinn úr bréfinu til Hebrea. Guð friðarins sem leiddi Drottinn vor Jesú, hinn mikla hirði sauðana, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála, styrki yður í öllu góðu í hlýðni við vilja sinn. Láti hann það verða í oss sem honum þóknanlegt fyrir Jesú Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Ég sé þér, Drottinn. Þá skulum við syngja saman. Lord
Þá ætla ég að bjóða ykkur sem að ég hægt með að rísa á fætur og við skulum heyra heilagt Guðspjall sem stendur skrifað hjá Jóhannesi Guðspjallamanni. Þar segir Jesús: Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabergið, heldur fer yfir annar staðar, hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar hirðir sauðana. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út, og þegar hann hefur látið út alla sauðina sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því að þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en menn skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur: Sannlega, sannlega segi ég yður, ég dyr sauðanna. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Þá skulum við játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagara, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Syngjum þá Drottinn minn hirðir. Minn
Ég ætlaði nú að byrja þetta öðruvísi, en ég ákvað að deila með ykkur því sem ég var að hugsa með vorum að syngja þennan sálm. Ég man eftir því þegar Þorvaldur Halldórsson sagði mig frá því hvernig þetta lag var til. En konan hans, Greta Margrét Skeving, hún samdi þetta lag, hún spilar ekki á hljóðfæri, en þau hjónin bjuggu í Vestmannaeyjum þegar lagið var til og Þorvaldur sagði mér einhvern daginn kom hann heim úr vinnunni og Greta tók á móti honum og sagði: ég var að semja lag, þú verður að ná því niður. Og þá kom lagið til hennar þegar hún las þennan texta og svo bara hélt hún áfram og passaði bara upp á að það týndist ekki þangað til hann kæmi heim og næði niður á hljóðfærið. Og ég efast það þar sem hún var heima að lesa þennan forna texta sem að í rauninni löngu fyrir þá daga að Jesús kom til okkar, að við værum enn að syngja hann og hvernig hann búinn að blessa okkur hér á Íslandi og í raun og veru og algjörlega byggður á texta Biblíunnar og hvernig þetta hljómar svo eðlilega og fallega án þess að það sé eitt einasta rím eða neitt. Þetta alveg ótrúlegt undur þetta lag og í raun kraftaverk. En nú ætla ég að byrja. Náð sé með ykkur öllum og friður frá Guði, Föður og Drottni Jesú Kristi. Og 3, 2, 0. Ég endurtek og 3, 2, 0. Ég bingo. Ég að vitna í eigið ljóð úr bók sem ég gaf henni út og hét Hvolf og ég alltaf að átta mig á því að fólki sem var að hrósa mig fyrir þessa bók, það skildi ekkert hvað ég var að fara í henni. Og ég ætla að útskýra ljóðið fyrir ykkur á eftir. Hugsiði það hvað ég gæti eiginlega verið að meina. Það tengist því sem ég ætla að tala um. Jesús sagði: ég dyr sauðanna. Þarna hann að vísa auðvitað í Davíðssálminn og fleiri texta eins og Jeremía sem við heyrðum áðan. Þetta var í rauninni þekkt að þessi líking að Guð væri eins og hirðir. Ég hef oft hugsað það samt. Af hverju Davíð, sem að orti 23. Davíðsson, væntanlega, þurfti endilega að hafa þetta svona með hirði og kindur. Af hverju sagði hann ekki frekar: Guð konungur minn og ég erindreki hans. Hefði ekki það verið smartara? Að við varum svona erindrekar heldur en eitthvað sauðfé. Af því að kindur einhvern veginn svo varnarlausar. Það svona geta rétt svo stangað eða hrútarnir en þær einhvern veginn bara eru til og svo býður þess bara einhvern veginn að það sé borðað í kjötið einhvern tímann. Og bara yndislegar og góðar, en þær eru einhvern veginn svo varnarlausar og þegar Jesús setur fram þessa líkingu, ég góði hirðirinn og tengir það við Davíð og þetta þá einmitt þarf maður að hugsa til þess hvað við erum í raun og veru varnarlaus og hvað Jesús gerir sig sjálfan varnarlausan, kemur í heiminn sem manneskja og gerir sig háðan umönnun manna. Hirðirinn sjálfur. En þetta ég dyr sauðanna, ég góði hirðirinn, þetta tengist í raun og veru því sem gerðist á fjallinu forðum þegar Móses sá runnan brennandi og Guð talaði til hans og sagði: ég sá sem ég hann sagði við Móse: ég sá sem ég og bætti við: þú skal segja við fólkið þitt: ég sendi mig til ykkar. Þetta nafn mitt aldur og ævi, heiti mitt frá kyni til kyns. Ég sá sem ég Og þetta notar Jesús í myndmálinu sem kemur fram í Jóhannesarguðspjalli. Það eru 7 svoleiðis myndir sem hann notar. Og takið eftir hvernig Jesús kemur inn í þennan heim sem í rauninni, hann hlutbundinn allir. Við erum hlutbundin og þekkjum bara það sem í kringum okkur og Jesús
kemur og opnar andlegan veruleika í þennan hlutlæga heim og útskýrir fyrir okkur leyndardóma himnaríkisins í dæmisögum sem allar fjalla einhverja hluti, jafnvel smápeninga og þar fram eftir götunum og auðvitað sauði líka. Og svo notar hann þessa líkingu sjálfan sig með ég er, þessar myndir. Og ég ætla aðeins að staldra við þessi 2 orð, þau láta lítið yfir sér, en Jesús að vísa til nafns Guðs, Jahve, eins og það kom fyrir í þessu texta með Móse. Móse spyr Guð að nafni og Guð svarar ég er. Við kannumst trúlega við það sjálf að grípa til þess ef við viljum lýsa eiginleikum fólks að einhverju persónuleika eða fasi að nota einhverja myndmál. Til dæmis var einn vinur með sögum sjó sem að kallaði alla sem líkaði ekki við pappakassa. Og við notum alls konar ef einhver baktjaldamakki og köllum við kannski rottu. Ef okkur þykir ekkert sérlega klár þá köllum við það gufu. Og ef einhver stendur sig vel og stendur með sínu fólki þá hann klettur. Og ef fólk einhvern veginn svona svolítið fljótandi í meiningu sinni þá köllum við það fiðrildi og við getum haldið áfram. Og þessar 7 myndir sem Jesús notar sjálfa sig, það ég brauð lífsins, ég ljós heimsins, ég góði hirðirinn, ég upprissan og lífið, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið og síðast en ekki síst. Ég hinn sanni vínviður og í kvöld heyrðum við þetta, ég dyr sauðanna. Þessar líkingar heyra allar saman og þær tengjast hver annari og birta í raun sannleikanum Jesú og hver þessara mynda eins og nýtt sjónarhorn á Jesú. Og þarna talar hann að vera dyr sauðanna. Og þá hann að grípa til mynda sem að fólk þekkti með sauðabyrgið. Það var það sem hann átti við. Sauðirnir fengu að ganga og bíta gras á daginn, svo var safnað í sauðabyrgið á kvöldin og þau þekktu, þetta ekki eins og íslenska sauðfíða sem bara sent á fjall á vorin og kemur svo aftur á haustin og lendir kannski í tófu eða gaddavýr eða einhverju slíku. Nei, þarna var hirðirinn að gæta sauðana allan daginn fyrir úlfunum út á sléttunni og svo á kvöldin fyrir, auðvitað hungruðum rándýrum og sauðaþjófunum. Og hann smalaði þeim inn í byrgið, kallaði sauðina til sín og þannig fór þeir inn og gætti þeir á. Og í raun og veru segir Jesús með þessu, ég þessa dyr sem að sauðinni fara inn. Og dyr náttúrulega augljóslega mjög sterkt tákn. Við fórum út dyrnar heima hjá okkur til þess að koma hingað og við komum inn dyrnar í kirkjunni til þess að setjast hingað inn. Það var nauðsynlegt að ganga inn dyrnar. Dyr opnar oft leiðir að nýjum veruleika, það eitthvað sem býður á bak við dyrnar, hvort sem við göngum inn eða út. Og Jesús þessar dyr sem opnar okkur leið til nýs veruleika. Já, þetta op sem að Jesús að tala á sauðabyrginu var bara pínu lítið og kindurnar gátu rétt svo gengið inn og út dyrnar. Þar áttu þeir að vera og hirðirinn gætti þeirra. Og ég dyrnar, segir Jesús, og það tilboð hans og hann segir, sá sem kemur inn mig mun frelsast. Og þessar dyr standa opnar. En spurningin þessi þekkjum við rödd hirðisins frá öllum þeim gyllubúðum sem við okkur blasa. Þetta nefnilega einfaldara stundum heldur við höldum. Á fyrri hluta síðustu aldar var maður sem hét Harry Houdini. Hann var mikill svona akrobat, það að segja fimleikjamaður og vaxtaræktarmaður. Hann var
sjónhverfingamaður og hann var ofboðslega flinkur í að opna lása og hann sagðist geta opnað alla heimsins lása og þess vegna var hann oft boðið í ný fangelsi til þess að brjótast út úr þeim. Hann var settur inn í klefa og það bara var alltaf þannig að Houdini var enga stund að koma sér út úr klefunum. Og einhvern tíma var hann boðið til Englands í nýtt fangelsi þar og þar var hann settur í rammgirta klefa og hann byrjaði að taka beltið af sér og tók pinnan og silkinu og fór að eiga við lásinn. Og þetta var ekkert að ganga hjá hann. Og hann hamaðist á lásnum og þetta var búið hann var búinn að vera í heilan hálftíma og hann gat ekki opnað dyrnar. Hann hafði aldrei lent í þessu áður. Svo var hann orðinn pirraður og barði í hurðina og þá bara opnaðist hún. Hún var búin að vera opin allan tímann. Þetta er oft einfaldara heldur en maður heldur. Dyrnar standa opnar og þó Jesús, hann kallar til okkar en hann kallar til okkar og við heyrum þessa raust í gegnum allan heimsins skarkala þrátt fyrir allt, hún þarna. En dyrnar standa opnar og það getur verið erfitt að greina hana og skilja hana. Alveg eins og það getur verið erfitt að skilja hvað ég á eiginlega við með O320 þegar ég bingo. Þannig er ég að vísa í, einhver sem fattar þetta? Enginn. Vá, ég er djúpur maður. Ég er að vísa í Åpenbarunarbókina 3:20, þar sem Jesús segir, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þar snúa dyrnar að okkur. Hirðirinn, sem er sjálfur dyrnar, hann veður ekkert inn okkar dyr. Hann stendur við þær og knýr á og það er okkar að opna og þegar við eigum samfélagi með honum, þá skiljum við hann og þá þekkjum við hann. Alveg eins og Emmausfararnir sem voru á ferð sinni og þekktu ekki Jesú. Ekki fyrr en að hann átti samfélagi með þeim og braut með þeim brauðið. Þá skildu þeir. Þá opnuðust augu þeirra. Og það er þannig. Ef við opnum dyrnar, þá opnast augu hjartans líka. Og hann gefur okkur líf og kallar það líf í fullri gnægð. Hvað það er, skilja þau ein sem hafa reynt. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Gefum við smá hérna. Ok. Já, ég vil nú að kynna næsta lag eftir mína kæru vinkonu Áslaugu Helgu. Við erum ekki alveg sammála hvað lagið á að heita. Hún vill láta heita Sporin í sandinum og sem er vísun í söguna manninn sem áttaði sig ekki á því að Jesús gekk með honum allan tíman. Mér veist þetta er svo mikið svona baráttu í þessu lagi og hún syngur Þyrnirósadalinn, þannig að mér finnst alltaf þetta lag að heita Þyrnirósadalinn. Ég veit það, Gunni. Ég veit að þér langar svo mikið að þetta heita það. En þú ræður þessu. Við skulum njóta þess að hlusta á þau, syngja fyrir okkur í Þyrnirósadal. Við höfum bara svona Sporin í sandinum / Þyrnirósadalinn. Það ekki? Já.
mæti þér heilsa í Þyrnirósardalnum við fótskur þína krít. Ég spyr og þú mér svarar fótsporin í sandinum. Niður lút mig beygir og í átt til þín ég lít. Eitt ég verð að fá að vita, Guð, hvar varst þér illa gert? Ein í blóði, tárum, svita. Þú veist það mikið á mig féll. Á lífsins vegi í göngunni löngu spor mín voru þung ég fjallstindana kleif. En að sléttum í sandinum léttstíg áfram röttir. Þar sá ég fótspor okkar beggja þú við hliðin á mér gerst. Eitt ég verð að fá að vita, Guð, hvar varst þér illa gert? Ein í blóði, tárum, svita. Þú veist það mikið á mig féll. Ég í Þyrnirósardal. Kæru vinir, við ætlum að biðja saman núna og kórinn ætlar að syngja með okkur Náðarfaðmurinn frelsarans, lag eftir hann Óskar okkar, og við skulum endilega taka þátt í því. Við getum tekið þátt í bænastundinni með þeim hætti að syngja. Við getum líka átt okkar eigin stund og beðið til Guðs bara í hljóði. Við getum líka staðið upp og skrifað bænarefni á miða og setta þarna í raufina og bænaaltarinu aftast í kirkjunni. Og sömuleiðis getum við líka kveikt ljós fyrir einhverju sem hvílir á hjarta okkar. En við skulum eiga bara okkar einlægu stund frammi fyrir Guði núna. Fyrirgefur og
Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú mætir okkur hér og nú. Það er svo margt sem að við ráðum ekki við og við berum ugg og ótta yfir öllum þessum ófriði í heiminum, í Úkraínu, Úganda, Ísrael og Gaza. Drottinn, við getum ekkert annað en lyft því upp til þín sem að er of stórt til að við getum haft neina áhrif. Viltu, Drottinn, bara blessa, hjálpa og flytja frið eins og þú getur. Drottinn, við biðjum að blessa fólkið okkar frá Grindavík og þakka þér fyrir bara að fá að búa hér á þessu landi. Þakka þér fyrir að við getum falið þér alla hluti og að þú nálgast okkur, og ég veit að það hafa stigið upp til þín bænir í kvöld út af einhverju sem er persónulegt, sem við berum áhyggjur og kvíða yfir. Mynd okkur á, verið óhrædd. Mynd okkur á að þú ert hjá okkur, með okkur, í okkur. Gefðu okkur ná til þess að vera þínir boðberar, þínir sauðir, þínir lærisveinar, þín börn, umfram allt, þín börn af náð. Við felum þér okkur sjálf og við þökkum þér fyrir allar gjafir lífsins. Og við gerum það með því að sameinast í bænina sem að þú kenndir og biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Áður en við rísum á fætur og þiggjum blessun, þá ætla ég að segja ykkur frá, fyrst ég er nú að segja frá sálmum hérna, og ég ætla að taka fram Óskar valdi síðasta sálminn, sem að reynda að laga eftir mig, sem að hann áreynda mikið í sjálfur, bæði ekki bara útsetninguna, heldur að var eins og hérna frammi, var svona lazy boy sófi sem ég saknaði óskaplega mikið þegar hann var tekinn í burtu. Og ég fór nefnilega stundum í hann og var að lesa og stundum sofnaði ég það með sig, ég veit ekki nefna. Og einhvern tíma kom Óskar að mig, þá var ég með svona barnakver með barnasálmum eftir Valdimar Briem og ég er að lesa þennan texta, Drottinn blessi mig og mína, og lagið svona svolítið kemur til mín og Óskar gekk inn og mér bara, hei, þetta er svolítið flott lag. Og mér fannst þetta ekkert spes, sko. En það er allavega búið að enda í sálmabókinni, þannig að takk fyrir það, Óskar. Þetta hefði ekkert verið á vetur setjandi annars, í mínum huga, sko. En nú einmitt, áður við syngjum blessunina, skulum við þiggja blessun Drottins og við skulum rísa á fætur. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við syngja saman, Drottinn blessi mig og mína. Vængi sína, vörður
María búin að hella upp á kaffi handa okkur og það verður keks með, held ég. Og við skulum ekkert vera að flýta okkur hér. En förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Takk fyrir stundina. Drottinn